krafist að öll frumvörp ríkisstjórnarinnar málefni launafólks og samtaka þeirra verði dregin til baka. Að venju var gengið í kröfugöngu frá Hlemmi áleiðis að Ingólfstorgi. Eins og undanfarin ár stóðu fulltrúaráð verkalýðsfélaganna í Reykjavík, BSRB og Iðnaðarmannasamband Íslands að hátíðahöldunum, en þáttakan í þeim bar vitni mjög breiða samstöðu launafólks almennt á þessum hátíðisdegi. Rauði þráðurinn í mótmælum og kröfum verkalýðsfélaganna þessu sinni beinist að ríkisstjórninni. Í sameiginlegu ávarpi verkalýðsfélaganna í Reykjavík er því lýst yfir að ef aðför ríkisstjórnarinnar að verkalýðsfélagunum náðu fram að ganga, stefnir ríkisstjórnin bæði gerð mestu kjarasamninga og vinnufriði í hættu og komið til átaka verði það alfarið á ábyrgð ríkisstjórnarinnar. Þegar útifundurinn á Ingólfstorgi hófst var torgið þéttskipað fólki og var þá síðasti hluti kröfugöngunnar enn efst í Bankastræti. Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, var annar af aðalræðumönnum dagsins. Hann sagði að nú væri ekki aðeins ástæða til að gleðjast yfir vorkomunni, heldur einnig yfir því hve vel áraði í efnahagslegu tilliti og það vekti bjartsýni og kröfu launafólks réttláta hlutdeild í góðærinu. En með hliðsjón af batnandi þjóðarhag, með hliðsjón af góðæri þjóðarinnar, með hliðsjón af gróða stórfyrirtækjanna og með hliðsjón af hagstæðum samanburði Íslendinga og annarra þjóða innan OECD og Evrópu, þá er það augljóst að það er hægt að bæta kjörin. Það er hægt að breyta launakjörin hér þannig að kaupmáttur verði sambærilegur því sem best gerist með öðrum þjóðum. Það er gagnvart þessum bjartsýnisanda launaþjóðarinnar, kröfu hennar breytingar, kröfunni róttæka uppstokkun, kjarajöfnun. Það er gegn þessu sem afturhaldsöflin hafa snúist. Fyrst leituðu þau dyrum og dyngjum, fór yfir halvan hnöttinn, allt frá Lundúnum til Nýja-Sjálands, að leita leiða til að koma í veg fyrir breytingar, til að hefta og fjötra, klaka, binda, kjara og launamisréttið, múra það inni, svo engu verði haggað. Þess vegna komu þeir fram með frumvarpið sem bannar dagsbrúnarfundinum að taka ákvörðun verkfallsheimild. Þess vegna komu þeir fram með frumvarp sem torveldar lýðræðislega réttindabaráttu. Þess vegna kom fram frumvarp sem tryggir sérstaklega rétt þeirra sem standa utan stéttarfélaga. Frumvarp sem grefur undan félagslegum samningum og frumvarp sem treystir húsbóndavald. Frumvarp sem skilgreinir þá sem eru meiri háttar og svo hina sem eru minni háttar. Allt samkvæmt kenningunni, boðorði öfgafrjálshyggju sem þeir hafa gert að sínu logandi leiðarljósi. Og það þarf heldur engum að koma óvart að þeir skuli hafa hreyft frumvörpunum á Alþingi í gær, daginn fyrir 1. maí. Það var til að ögra, til að sýna hverjir ráða, hverjir það eru sem fara með valdir, hverjir eru meiri háttar og hverjir minni háttar, hverjir eru húsbændur og hverjir eru hjú. Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, varaforseti ASÍ, beindi einnig spjótum sínum að ríkisstjórninni og benti á að yfirskrift dagsins væri framtíð án fjötra. Á 80. afmæli ASÍ flytur ríkisstjórn Íslands frumvörp til höfuðs verkalýðshreyfingunni. Frumvörp sem unnin eru í miklu hasti að því virðist til þess fyrst og fremst að fjötra verkalýðshreyfinguna áður en kemur til kjarasamninga næstu áramót. Húsvíkingar eru löngu hættir að fara í kröfugöngu 1. maí, sjá ekki tilganginn með slíku labbi. Þess í stað halda þeir brýningasamkomu á hótelinu þar sem þeir skemmta sér bæði við ræðuhöld og söng. Benedikt Davíðsson, forseti ASÍ, var aðalræðumaður dagsins á Húsavík í tilefni 85 ára afmælis verkalýðsfélags Húsavíkur. Hann sagði meðal annars að verkalýðshreyfingin hefði ítrekað varað ríkisstjórnina við því að þvinga fram nýjar samskiptareglur á vinnumarkaði með valdboði, gegn vilja sameinaðrar verkalýðshreyfingar og alls þorra almennings. Benedikt gagnrýndi í ræðu sinni nokkur atriði frumvarpsins stéttarfélög og vinnudeilur, þar á meðal ákvæði atkvæðagreiðslu miðlunartillögu sáttasemjara. Og það gengur meira að segja svo langt að sú íhaldssamasta umsagnarstofnun sem nokkuð tíman leita til með túlkun á svona efnum, Lagastofnun Háskólans, hefur gefið út álit í gær sem að meira segja staðfestir það að þetta er ekki heimilt
samkvæmt þeim samþykktum sem að við erum aðilar að. Og maður hefði þess vegna búist við því að það hefði verið kveðja félagsmálaráðherrans til þjóðarinnar í dag á hátíðis- og baráttudegi verkalýðsins að hann hefði lýst yfir að frumvörpin væru dregin tilbaka. En það gerir hann hins vegar ekki, heldur býðst til að lappa eitthvað upp á vegna verstu vitnanna sem í þeim eru. Burt með skerðingarfrumvörpin, sagði Benedikt og sagði það ríkisstjórninni til hrós að henni hefði tekist að sameina verkalýðsfélögin sem einn mann gegn þessum frumvörpum. Ef marka má tilburði ríkisstjórnarinnar valdníðslu við að þvinga fram stórhættulegar breytingar og samskiptareglum á vinnumarkaði hins vegar allt eins líklegt að verulega sjóði upp úr á þessum vettvangi næstu áramót. Stjórnvöld hóta nú raunverulegum stjórnmálaslitum við verkalýðshreyfinguna. Í kvöld, strax eftir bráðavaktina, sýnum við meira frá 1. maí hátíðahöldunum í dag. Félagsmálaráðherra stefnir að því að frumvarpið stéttarfélög og vinnudeilur verði afgreitt á þessu þingi. Hann segir að því verði breytt í samræmi við álit Lagastofnunar Háskólans. Lagastofnun telur meðal annars að ákvæði frumvarpsins miðlunartillögu ríkissáttasemjara og atkvæðagreiðslu hana brjóti í bága við samþykktir Alþjóða vinnumálastofnunarinnar. Lagastofnun Háskólans var beðin álit á því hvort frumvarp félagsmálaráðherra bryti í bága við stjórnarskrá og þjóðréttarsamninga. Stofnunin telur nokkur atriði í frumvarpinu geta orkað tvímælis en auk athugasemda við ákvæði frumvarpsins miðlunartillöguna vekur stofnunin athygli á því að skipan félagsdóms kunni að fara í bága við mannréttindasáttmála Evrópu. Niðurstaða Lagastofnunar í hér öllum atriðum jákvæð fyrir frumvarpið, segir félagsmálaráðherra. Það voru uppi digrar fullyrðingar það að þetta væri stjórnarskrárbrot, brot á alþjóðasamþykktum og ég veit ekki hvað og hvað hjá stjórnarandstöðunni og lögfræðingum alþjóðasambandsins. Því öllu saman kollvarpað í áliti Lagastofnunar. Það vafamál með 2 atriði og þá vill nú svo vel til að við vorum búin að undirbúa breytingartillögur á þessum atriðum því það hafði komið fram á því efnislega gagnrýni sem ég vil taka mark á. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar segja að verði frumvarpið að lögum verði friðurinn úti á vinnumarkaðnum. Það segir félagsmálaráðherra. Það þýðir nú ekkert að segja að ég verði óskaplega reiður einhvern tímann. Ég ekki í neinum vafa það að þetta frumvarp endurbætur á vinnulöggjöfinni, gagnlegar endurbætur sem koma öllum málsaðilum vel og þetta skref í framfara átt. Þannig að þú reiknar með að þetta verði samþykkt á þessu þingi þrátt fyrir andstöðu verkalýðsfélagana? Það náttúrulega Alþingis að setja lögin en ekki verkalýðshreyfingarinnar og ég hefur reyndar beðið verkalýðshreyfinguna það að segja mér hvernig þeir vilja hafa þennan lagatexta. Þeir geta ekki komið sér saman það innbyrðis í verkalýðshreyfingunni og það Alþingis að setja lögin. 1. maí baráttudagur verkalýðsins í nærri öllum Evrópuríkjum og þar sem evrópsk áhrif eru mikil. Auk þess í nærri öllum fyrrverandi og núverandi sósíalistaríkjum. 1. maí hefur verið haldinn hátíðlegur allt frá því að Rómverjar héldu blómahátíð á þeim degi. En 1890 fóru verkalýðsfélög í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum að berjast fyrir bættum kjörum 1. maí. Í Evrópu 1. maí ennþá verkalýðsdagur en í Bandaríkjunum hefur hann verið fluttur til 1. mánudags í september. Í Evrópu þetta svolítið mismunandi en við skulum sjá svipmyndir af hátíðahöldum dagsins og byrjum í Moskvu þar sem forsetakosningarnar setja svip á daginn og sjáum fyrst Jeltsin forseta dansa þjóðdansa. En það var Sjúkanov, formaður kommúnistaflokksins sem safnaði saman mannfjölda. Það var greinilegt að straumurinn lá til hans í borginni. Í Japan voru hátíðahöld dagsins skipuleg og fóru fram með friði og spekt eins og Japanum lagið. Forsætisráðherra Brussel-héraðs hélt 1. maí-ræðu hjá kennarasamtökum í úthverfi Brussel. Þar var mönnum heitt í hamsi og forsjálfur menn höfðu haft með sér egg ef kynni að þeirra gerðist þörf. Í Zürich var farin friðsamleg kröfuganga en þegar henni lauk urðu nokkur hundruð ungmenni eftir og vörpuðu grjóti, málningu og öðru lauslegu að lögreglunni sem brást hart við með táragasi. Í Tyrklandi var mikill órói í dag. Í Ankara létu 2 menn lífið sem tóku þátt í andófi í borginni þegar lögreglan lét til skarar skríða.
Í Þýskalandi var víða mótmælt hugmyndum Kohls kanslara að draga úr framlögum til velferðarkerfis í landinu. Í Austur-Berlín kom til harðra átaka milli lögreglu og fólks sem neitaði að rýma götur eftir að kröfugöngum lauk. Í Sarajevo var haldið upp á daginn í friði í fyrsta sinn í 4 ár. Menn stektur lampskrukka á teini á götum úti og gerði sér almennt glaðan dag. Í Grosni í Tjetjeníu héldu menn upp á daginn með því að kveika í stórri olíubirgðastöð. Fátt var annað að gerast, enda borgin að mestu mannlaus. Engin hátíðahöld voru í Grosni höfuðborg Tjetjeníu í tilefni 1. maí, en þar voru kröfugöngur bannaðar, Sigrún Ása. Þetta gerðu Rússar af ótta við að uppreisnarmenn létu til skara skríða. Hins vegar voru kvikmyndatökumenn í morgun leitir í sannleika að Jandarbayev, leiðtogi uppreisnarmanna í Tjetjeníu, væri á lífi. Hann tilkynnti þeim sjálfur glottandi að fregnir af andláti sínu væru stórlega ýktar.